Góðan daginn, Hafnarfjörður! Og til hamingju með daginn Ísland! Já, hvern er það fyrir sig? Brjáluð stemming, það er 17. júní, allir eru sáttir. Við heitum Arnur Óli og verðum kynnar hér á Þórsplanni í dag og í kvöld, en kvölddagsskráin byrjar 10 mínútur yfir 8. Já, það verður lengi fagnað í dag, enda er þetta þjóðhátíðardagurinn okkar, 17. júní. Og það er stök snillt. Já. Já, og í tilefni dagsins þá ákveðum við að mæta í nútíma þjóðbúningum Hafnarfjarðar. Já, hvað er meira nútíma þjóðbúningur en þetta? Arnór, þjóðbúningar Hafnarfjarðar. Hvernig getur bær verið með þjóðbúninga? Gauð, Hafnarfjörður er Ísland. Allt fallegasta fólk Íslands er frá Hafnarfjörði. Og líka bara, veistu hver fann Ísland? Jón Jónsson. Jón Jónsson söngvari? Nei, Jón Jónsson sem fann Ísland og þannig að ambáttinn hans, Friðrik Dór. Gauð, hvað það tala um? Friðrik Dór var ekkert ambátt. Óli, veistu ekki hvað ambátt þýðir? Ambátt, ein bát, a man boat, bátur með karlmönnum. Óli, nefnilega á ensku, það íslenska var ekkert til áður en Ísland var fundið. Óli, lestu Íslendingasöguna? Ok, allavega. Í tilefni dagsins, 17. júní, hefur við fengið heiðursgest alla leið frá Svíþjóð. Kannski þátti skrítið að fá sænskan heiðursgest á þjóðhátíðardag Íslendinga? Reyndar ekki út í að hún hefur verið meðal okkar í þó nokkur tíma. Ég veit að þið þekkja hann öll. Þetta er hún yndið Lína Langsokkur! Gefið henni eitthvað klár!
það nú alveg sagt að ég heiti Lína Langsokkur og ég hef verið siglandi á sjóræningjaskipi Karabíska hafið svo lengi sem ég man eftir mér. Og sjóræningjaskipið mitt, það heitir Skopparakringlan. Og pabbi minn á það. Hæ! Og pabbi minn á það og áhöfnirnar á Skopparakringlunni þeir eru mjög skemmtileg. En þið kannski eru að velta fyrir ykkur af hverju er ég hér? Það var nefnilega þannig að við lentum í óveðri í Karabíska hafinu. Og það var sko stormur skal ég segja ykkur. Meira að segja hákarlarnir í sjónum voru sjóveikir og vildu fara í land. Og svo kom Alda, sjón, og steypti pabba mínum í sjóinn. Og síðan hef ég ekki séð hann. En ég ákvað bara að flytja inn á sjónarhól sem húsið okkar með hestinum mínum og apanum mínum. Og sjónarhól það í Borgarleikhúsinu og þið getið komið í heimsókn til mín í vetur ef þið viljið. Er það ekki gaman? Jú, það er gaman. En ég var stundum svolítið einmana og af því að pabbi minn er týndur út á sjó og mamma mín er engill á himnum, þá er svolítið stundum erfitt að fara að sofa á kvöldin. Þegar það er engin fullorðinn til að segja mann að fara að sofa. Og veitir þið hvað ég geri þá? Þá geri ég það bara sjálf, ég segi mig sjálf að fara að sofa. Fyrst segi ég einu sinni, mjög vingjarnlega. Lína mín, farðu nú að hátta þig. En ég ansaði því ekki og þá er ég að beita aðeins meiri hörku. Lína, þú heyrði hvað ég sagði? Fara að hátta þig, segi ég. Vitleysingur. Ég svaraði því ekki heldur, en þá verði ég að öskra. Lína, skrætt, ég færði að hátta þig! Og þá bara, já, ég skal vera að hátta. Hlýði alveg undir eis og svo segi ég eins og lítill grís. Ég er nú alveg milljónska. Og svo verði ég svolítið einmana en þá man ég bara að pabbi minn, hann mun koma aftur. Af því hann er stór og sterkur sjóræningi og hann drukknar sko ekki. Hann bara flýtur í sjónum á spikinu og á okkur að eyju og situr þar bara búinn að éta alla hákarlana, situr og ropar og er að pikka upp pannanum og þá kemur Skopparakringlan áræðin aftur og sækir hann og svo kemur hann hingað og næri í mig. Það verður sko gaman. Og vitið hvað við gerum þá? Það hlakka ég sko mest til. Þá syngjum við saman lag sem að bara sjóræningjar kunna. Hafið þið heyrt sjóræningjalag? Aldrei! Á ég að kenna ykkur sjóræningjalag? Já. En þá verðið þið nú aldeilis að opna munninn og syngja. Við syngjum hæ og hó og út á sjó og gerum svona sjóræningjakrók á hendina og svo syngjum við eins og vindurinn, gerum og svo flautum við svona og svo dansum við svona. Þið við bara að gera svona staðum og hæ og hó. Er þið tilbúin? Já, þið verður þá að lofa að syngja mjög hátt. Er þið tilbúin? Já! Já! Flott! Má heyra sjóræningja já? Það var lagt. Alright, kílum á það. Hæ-hó, hæ-hó, hæ-hó. Hæ-hó, hæ-hó, hæ-hó. Hæ-hó. Hæ-hæ-hó, hæ-hó. Undir lífið út á sjó. Meðan þotin fer höfðin. La-l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 a. Siggi segir alveg nú. Og það hendur. Hæ-hó.
drengjar. Ég ætla að segja ykkur inn á sögu að ég hef nú séð Sighvatur sjós og einu sinni þá flaugst ég á við risaormönstur á Indlandi og það var sko ormur, skal ég segja ykkur, alltaf 14 metra flykki og bandóður eins og bífluga. Og hann át í hvert mál 5 Indverja og 2 smábörn í eftirmál. Og einu sinni þá kom hann alltaf að gera sér eftirmál með mér og hann hringaði sig utan um mig. Og þá landi hann, pjúk, og svo fletti hann niður og sigraði hann. Ég líka sterkasta stelpa í heimi. Eru einhverjar sterkur stelpur hérna? Svona margar? 1, 2, eru bara 2? Ekki fleiri? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vá! En strákar, eru einhverjar sterkir strákar hérna? 1, 2, 3, 4, 5. Það aðeins færri. Eru ekki fleiri sterkir strákar? Já. En pappar? Á einhver sterkan pappa? Þetta er einn. Hann getur með þess að haldið á stelpunni. Hún hlýtur að vera 100 kíló. Krakkar, eigum við að sýna hvað erum sterk. Svona. Og mammar og pappar, allir sterkir. Við skulum syngja lag og skulum syngja hvað erum sterk og skulum lyfta mamma okkar og pappa og þá getum bara að lyfta kannski einni lapp og skulum æfa okkur að vera sterk. Alright. Síðan tennir og öða. Eru tilbúin? Let's go. Sterkust af öllum stelpum ég diddilidó og diddilidinn. Ef einhvern langar að mæta mér, þá mæli ég bara því ég veit það er best að þú farir að bæla þig, betur en að ég þurfa að spæla þig. Diddilidó og diddilidinn, sterkust af öllum stelpum ég allir saman, nýmóða. Getur ykkur lyft mömmu sinni? Já. Má sjá? Mamman er ekki hérna. Er ykkur sem getur lyft mömmu sinni? Þessi ykkur getur lyft mömmu sinni. Það er best að þú farir að bæla þig, betur en að ég þurfa að spæla þig. Og diddilidinn, sterkust af öllum stelpum ég diddilidó og diddilidinn. Það er best að ég þarf að mæta þér, svo mæli ég bara því ég veit það er best að þú farir að bæla þig, betur en að ég þurfa að spæla þig. Diddilidó og diddilidinn, sterkust af öllum stelpum ég Já! Eigið þið gleðilegan 17. júní og svo sjáumst við bara heima hjá mér með abbanum og hestinum. Bless!